þetta svona augnablik sem maður kannast alveg við bara úr göngu út í náttúrunni. Maður fær mjög sterklega á tilfinninguna, stemminguna á þessum stað. Það svona þessi kyrrð og ró sem hvílir yfir þessari uppsprettu. En mér finnst svona spennandi hvernig hann nær fram á þessum tvívíða fleti að búa til mjög lagskipta blekkingu. Við erum með gróðurinn hérna við Árbakkann sem bæði með undirgróður og yfirgróður og maður finnur vel fyrir dýptinni í bara þeirri lagskiptingu. Og svo það vatnið sjálft og svo það sem undir yfirborðinu. Þá erum við komin hérna niður í grjót og einhvers konar landslag undir vatnsyfirborðinu. Og vatnsyfirborðið er mjög margrætt vegna þess að vatnið speglar himinin. Við sjáum skýjafari fyrir ofan og við sjáum svona slikju yfir vatninu, en við sjáum líka ofan í vatninu og niður á botninu þar sem grjótið. Og svo sjáum við skuggana sem myndast af sem sagt grjótinu á botninum. Og svo það sem að gróðurinn mætir vatninu, sem svo spennandi líka, þar sem að sem sagt gróðurinn varpar bæði endurspeglun í vatninu en líka skugga. Og það eru svo mörg lög á ferðinni í þessu eina litla verki að maður getur alveg týnt sér um stund við að stara inn í það.